Sæll Kristmundur. Gott að sjá ykkur. Sömuleiðis, velkomin. Takk. Velkomin í félagsmiðstöðuna. Takk fyrir það. Þetta heiðurinn allur minn. Já. Þetta Takk fyrir náttúrulega það. rótgróið 5 ára gamalt podcast. Nei, þetta bara, ég fer ekki oft í podcast. Nei. En þegar ég fekk símtali frá ykkur, það var bara, ég hringdi strax í mömmu. Já. Og mömmu ykkar. Og spurði hvort þið væri bara, þú þekkir á BES, þú veist, þeir að fokk í mér. En svo bara, er þetta einhvern veginn allt bara, já, ég veit ekki. Bara það eitthvað svo mikið góða hlutum að gerast. Já. Ég trúði svo leið. Bara takk fyrir að fá mig. Það verður það góður. Ekki máli. Þú ert að gera plötu Heldur betur. sem að við höfum svo sem báður heyrt Já, og geðsjúk. Hún komin út. Já. Íslenski draumurinn. Íslenski draumurinn. Pælið þessu. Það svakalegt. Fyrsta plata mín. Já, fyrsta plata. Pældi í, það ótrúlegt. Hvað ertu búin að vera lengi? Sko, ég alltaf búin að vera í þessu bara... Ykkur 3 ár. Já, þetta alveg bara, þú veist. Já, ég að klára 3. Nei, ég veit ekki hversu lengi. Mér finnst þess að ég hafi bara alltaf verið eitthvað að gera þetta. Já. En þetta auðvitað bara frá ég var eitthvað. Þetta var svo öðruvísi þá. Maður var bara eitthvað að byrja að gera snemma. Já. En ég tek það aldrei inn í, eins og núna ég með tónleika. Já. Og þeir heita, þú veist, Kristmundur Axel í 15 ár. En ég í raun og veru búin að vera lengur en 15 ár þannig, þannig að svona hvenær byrja maður að telja með, þú veist. Þannig að þetta búið að vera nokkur ár, já. Ég man eftir bara frá 2007-08 sko. Einmitt. Ég átti heim í Danmörku og var að hlusta og ég og Rasmus, félagi minn, vorum alltaf að hlusta á Heitir hann Rasmus í alvörinni? Kristmundur Axel. Kristmundur Axel? Já, hann kom náttúrulega til London og hann var að spyrja mig hvað var frétta Kristmundur Axel. Það er tjóðlega gott. Þetta er svona smá eins og setja að ljúga. Nei, ég sver. Nei, ég trúi þér alveg. Ég sver. Þú sagði Rasmus. Já. Það er svona nafni sem að fer í svona átó. Ég bjóð Danmörku og Rasmus og Karlsen. En já, ok, nei, einmitt. Þetta er bara, já. Við vorum einmitt líka bara að spjalla bara í fyrradag eitthvað að þú veist, að ég var alltaf að læka hjá þér bara og peppa. Ég man eftir því. Ég man eftir Huginn Frár Guðlaugsson á Facebook. Þú varst alveg að kommenta á svona hjá mér, sko. Já, ég var alveg rap fan. Já. Veistu, pínulíl huge fan. Sko, Árni var ekki að kommenta. Nei. Hann var hating. Hann var hating, ég man þá, við vorum saman laugum, sko. Já, þá var hann í eitthvað, Kristmundur Axel sucks ból. Já. Sem ég var að dreifa út allt. Já, dreifa út allt. Og ég var að berjast fyrir þér, á laugum. Oh my god, það er fucking gott. Nei, ég var bara svo mikill tónlistaratandi og ég var svo mikill einhvern veginn svona, ég held út af því ég bjóð úti að það var í svona meiri Íslands eitthvað svona, þú veist, ég var bara alltaf að horfa á Fram, spila fótbolta og skilja, ég var svo stoltur einhvern veginn af þessu, skilja. Kristmundur Axel. Kristmundur Axel. Já, einmitt, þetta er búið að vera mörg ár og svo náttúrulega hætti ég. Já. Þú hættir á tímabili, já. Bara alveg? Já, bara alveg, ég datt bara út. Og hversu langt var það tímabil? Það var alveg 4-5 ár, kannski meira. Já. Varstu það ekki að reka eitthvað fyrirtæki hérna í Skútuvoginum? Nei, ég var ekki að því. Ég var eitthvað að mála og svo náttúrulega fór ég bara út af sporinu, eins og flesti nú vita. Það fóru nokkur ár í það. Já. Og svo einmitt, svo kom þetta einhvern veginn aftur, sko, til mín. Þetta fór aldrei, sant, sko. Nei, ég sé líka, sko, mér held ég helsti munurinn á, sko, þú veist, að þú ert úr kynslunum sem var á undan og er að koma núna, er að kynslunum sem var á undan, þú veist, þetta var ennþá svo rátt. Þetta var bara, þú veist, félagi minn gerði einhver takt og mamma félagi minns á einhverja myndavél og við geirum lagið, tökum vídeóið inn í kvöld. Eða skilur við hvað ég við? Já, ég veit það. Algjörlega. Þetta var líka bara tíðarandinn, skilur, þetta var miklu meira svona, þú veist, svona do it yourself. Já. Ég veit það, og eiginlega engi markaður þannig, það var bara eitthvað, ég meina við settum lögin okkar inn á, já, bara Huginn og Rasmus, nei, við settum lögin okkar inn á síðu sem heitir rock.is, það var bara basically YouTube-ið, eða þú veist, eða Spotify-ið, síðan kom MySpace, þá kannstu vera með prófælegin, þá kannstu vera með svona lögin inn á prófæleginum, MC Chris, MySpace-ið, sko, og þar voru, skilur við, komdu tilbaka og Illað og lagi sem heitir G-Town og eitthvað svona. G-Town, já. Já, eða Gravo hétta, held ég. Og svo kom einmitt YouTube og svo Spotify og náttúrulega YouTube líka. Ok, við spólum aðeins tilbaka til MySpace tímana. Hvað varstu gamall þá? Þá er ég svona 14.
Ok, og bara að gefa út lög og vera Þetta var bara orðinn kallinn OG. í G-Town. Án gríns samt, sko, það alveg smá þannig. Hvernig höndlaði 14 ára Krispundur það að vera svona neighborhood celebrity? Ég man það ekki. Nei. Ég held samt alveg ágætlega. Það var alveg nóg, einmitt, að vera bara í hverfunu eitthvað. Bara, það var alveg nóg. Svona heimsfrægur í grá. Það var alveg þannig. Þannig að það var alveg svona, maður alveg geðið nettur í spöngin eitthvað, blái sjáfinni. Já, 100%. Það var alveg bara svona, þetta var bara heimur minn, sko. En þetta var líka, þarna voru líka menn ekkert, nokkrum árum seinna voru menn ekkert farnir að fá eitthvað svaka mikið borga fyrir að gigga. Nei, ekki einu sinni þegar ég orðinn 16-17 þegar að gigga, svona almennlega gigga. Ég held ég að bara vera að spila fyrir einhverja flöskur, skilurðu. En þú varst ekki orðinn nógu gamall til að drekka? Nei. Og ég Nei. Svona autosvarið. Nei, það er alveg rétt að þessu borga. Hvað er það fólk að segja? Þú hana. Nei, ég veit það. Og líka bara eins og þegar ég vann svingin framhaldsskóluna 16 ára, svo áttu að flytja sigurlagið á Sjalanum með eitthvað. Það var alveg svona smá ströggla að koma mér inn á þessa staði. Svona voru fyrstu 2 árin mín í bransanum, sko. Já, ég man, þú veist, ég náttúrulega kem upp á alveg svolítið eftir þér, alveg töluvert eftir þér, þú ert hvað, 2010 sem þú vinnur Söngkeppnina og ég gef út mitt fyrsta lag 2014 og þá, þú veist, þá voru samt bara allavega fyrir mitt svona tier af röppurum engi peningar. Þú veist, þegar maður var að spila, þú veist, það var einmitt bara eitthvað svona fá flöskuborð eða bjór eða eitthvað og svo, þú veist, var það farið að svona þróast í kannski 20 skall og það var bara svona guðminn almáttugur, við erum að fá 20.000 fyrir hálftíman í það það er 40 skall á klukkutíman strákar. Þetta er rosalegt, sko, einmitt, maður var oft bara að fá eitthvað, ég kannski fekk 10 skall fyrir eitthvað gig sem ég eyddi bara á, sem ég var að spila 800 bar eða eitthvað á Selfossi, ég eyddi honum bara 800 bar, þetta fóð bara samstundis, þetta var engin þetta var búið en náttúrulega Árni kemur, sko, ég hef náttúrulega talað það áður, skilur, þú veist, þú breyttir þessu heldur svolítið mikið og náttúrulega sena fór líka bara að stækka og allt það en menn fór að fá borgað, sko þannig að þess vegna líka mætti ég aftur ok, aftur að þeir núna að fá are you guys getting paid? Ég man líka eftir fyrst sem ég fekk borgað, það var 2017 þá var ég að spila á hérna hvað heitir það hérna þegar þú hoppar út í sviðið út í krátið Crowdsurf eitthvað Crowdsurf festival á Böknum og fekk 15.000 krónur og ég á reikningin í ramma einhvers staðar. En það var samt meir. Þú ert svo mikið safnari. Ég er safnari. Hver á þetta? Annar en þú? Ég veit ekki, ég fann þetta bara og svo var ég bara svona, þá var ég með þetta bara hérna á. En Crowdsurfaðir þú? Nei. Ég held ég hef ekki verið að gefa út lag, sko. Mér leiði svo 15 áskall núna en þegar ég sér tilbaka var mikið fyrir mér, sko. Ég kom ekki með krónu að borðinu, sko. Nei, ég sé þig. Nei, Stage Dive Festival hérna. Já, Stage, já, einmitt, ég kannast við það. Ekki Crowdsurf Festival, það hljómaði eitthvað skringilega. Já. Hvernig var vikan hjá okkur, hvað voru að gera? Herðu, ég náttúrulega var með hlustunarpartí á plötunni þið mættuð bara Geðið sjúkplata og geggja partí. Takk æðislega fyrir það. Við breyttum hérna rýminu hérna niður í tónil í eitthvað svona, já, hvað kallar maður þetta? Trap house. Trap house. Já, svona lounge. Já, eitthvað svona smá lounge, já. Klúbb. Trap lounge. Trap lounge og hérna bauð svona vel völdum svona fólki sem ég þekki úr senunni og svo bara fjölskyldu og vinir. Þannig að svona öll orkan fór í það og ég er bara búin að vera að fara í þessa plötu líka og hérna ég er að skjóta tónlistavídeó líka þannig að hérna hugur minn er þar, sko og á milli þess er ég náttúrulega bara að borða hambúrgara með þér Já, ekki við setjum að blastið það Nei, við segjum náttúrulega bara alltaf satt að rétt frá Já, við erum ekki í steikinni líka En já, ég var bara svolítið í því, sko, en þið Við náttúrulega verðum kannski að taka fram að við erum að taka upp á laugardegi þannig að þegar þátturinn kemur út þá ertu líka búin að gefa út plötuna hérna. Já, platan er komin út þegar, já, við erum að vinna svolítið fram í tíman. Já, það er allir að hlusta plötuna núna, sko. Já, hún er komin út þegar þau eru að hlusta þetta, sko. Hérna, en já, hvernig var vikan hjá þér? Við erum náttúrulega spiluðum í Hljómahöllinni. Já, einmitt. Nei, ok, já, við erum að laugardegi núna, þannig að við erum að fara að taka Hljómahöllinni í kvöld. Hljómahöllinni í kvöld, já. Ég hef bara búin að vera eitthvað að chilla, undirbúa að fara út, spenntur að fara út. Já. Fekk mér megaviku, of course, Nice. í gær. Pantaði hvítleikur.is,
og margarita sem vanmetin. Þetta pizza sem heitir hvítleikur.is. Já, það eina pizza sem ég fíla með ananas. Hún er með hvítlauksósu og ananas og döðlum. Við getum þurft að kíkja á þetta félagarnir. Reyndar. Í alveg, þetta upp á... Já, en sko ég náttúrulega borða ekki ananas. Nei, ekki heldur. Ekki á pítsu. En þetta eina pizza. Þú varst að segja það. Já, þetta eina pizzan. Já, en það ekki einu sinni, já. Þú varst að segja Já, en nei, ok, ég samt elskar svona hvítlaugssósu og döðlu. Hvað þín pizza á Dominos? Mín pizza sko sweet and spicy á Dominos. Það sko döðlu, pepperoni, rjómaostur, chili, flugur og rauðleikur. Já. Hún mjög næs. Hún geðvig. Ég fyrir hérna Fiesta. Já, hún mjög góð. Pepperoni, rjómaost, ananas og sveppi. Já. Þú verður að prófa hvítleikur.is. Já, ég get alveg prófa hana sko. Já. Mínus ananas eða ekki? Nei, með ananas. Ég get ekki, já ég skal, ok, fyrir því. Þú verður að prófa? Já, ég skal bara, ég alveg bara svona. Já, ég skilja, ég var þannig líka. Mér finnst hann bara ekki eiga heima á pizzu. Ég alveg þar, sko. Ég sammála, þá kannski smakka þetta. Ég fæ mér alltaf ananas á pizzu. Já, það nefnilega sko, skrítið við mig á Odna, að sko við borðum nánast það sama, svo eru svona nokkur atriði. Já, bara mjög fá. Mjög fá, eins og með ananasinn. Og lakrís, þú elskar lakrís. Ég elskar lakrís. Ég fíla ekki lakrís. En það ótrúlegt sko hvað ég og Kristmundur erum svona samrýndir og erum bara nánast sama manneskjan á rosa mörgu sviðum. Eins og þau komum staði daginn að pappar okkar eiga afmæli sama dag. Já. Það ógeðslega fyndin tilviljun. Já. Hvenær það? Það 4. júní. 4. júní. 4. júní. Og og svo var eitthvað daginn líka, hvað var það? Það var eitthvað dýpra, ég man ekki hvað. Við náttúrulega fengum bílpróf sama tíma, 21. Já. Það var eitthvað meira líka. Fóruð ekki ég hefði ekki verið með þetta tilbúið sko. Fóruð ekki 100 kílóin líka á sama ári? Jú, sama við krökkum 100 kíló á múrinn. Og erum ekki til bekk sko. Við eignuðumst fyrsta barnið okkar á sama tíma líka. Já, jafngamlir. Og fullt eitthvað dóti og svo bara elsku við hambúrgara. Já, það þetta djúpað ekki. Jú, það þetta djúpa. Svo líka já, bara skemmtilegt líka, þú veist, rapparar að syngja og alls konar svona dót og þannig að við erum mjög öll með að chilla saman, sko, bara hambúrgar og pítsur og eitthvað svona, ég elski þetta. Bara basics. Já, vikan mín ég tók líka Megaugana og hvað ger ég meira? Já, ég bara svolítið að vinna í minni plötu og svona, færilega eitthvað dót ára fyrir til tenni. Já. Ég, Ég vil líka segja, við erum eins og sjáu þá erum við ekki í Tepastúdíunni, hugsaðu örugglega, vá, þeir eru búin að klára stúdíó sitt. Nei, við erum ekki búin að því. Sko, þú veist, það bara alltaf eitthvað að koma upp á. Já, það bara brjálega að gera, við náum ekki að klára þetta og núna erum við í hlaðfréttastúdíóinu. Já. Ég hugsa... Það út af því við þorðum ekki að spurja Tepastelpunar einu sinni í viðbót og við vorum búin að segja 4 sinnum í röð að þetta væri síðastskiptið. Þannig að núna erum við komnir annað. En fyrst við erum, mér datt eitt í hug, fyrst við erum komnir annað. Væri ekki fyndið ef við myndum taka bara world tour. Ég fara bara í öll podcast. Það geðveikt sjátt. Fyrst þeir eru byrjaðir. Já, taka bara næst tökum við bara blöðkastið stúdíóið og svo tökum við bara Dr. Fútból stúdíóið. Á meðan getum við verið að vinna hægt og rólega í stúdíón okkar. Já. Er það ekki? Þetta er klárt bara fyrir næsta sísón. En hvernig gengur? Ég ætla nú aðeins bara að setja ykkur hérna on the spot. Hvernig gengur að setja upp stúdíóið? Það er komið sófi. Já. Voru ekki komið dekk líka? Jú, dekk. Þau eru farin fram á gang. Já. Það eru komin hátalarar og sjónvarp. Við hefum eftir að kaupa mikrofónu. Þetta er enda lúka vel, ég fari í þetta rými. Þetta er alveg flott. En við hugsaum bara, við erum að fara út, við erum að taka 2 þætti þar og við nefndum bara ekki þessu stressi. Við þurfum að ná í þá mikrofónu. Já. Býttu alltaf að taka þátt úti? Já. Í sólinni bara? Já. 2. Geðvikt. Já. Það er frekar nett. Nice. Og þannig að í staðinn fyrir að vera eitthvað að drífa okkur að kælirinn. Nei, ég tók henni saman því. Þetta er bara eitthvað umhverfis. Já, drífa ykkur að hendi sér eitthvað saman og eða fullt af pening eitthvað og viljum frekar bara skoða þetta eins og... En við erum búin að ákveða hvaða mikrofónu við ætlum að kaupa og það eru sömu og við erum búin að nota í teipbúðinu svona sem við getum haldið á. Emmitt, svolítið svona. Já, við fílum það sko. News reporter vibe sko. Eigum við ekki bara kaupa það á mánudaginn, eða? Jú. Og taka það bara með, af því að við þurfum hvað sem er að gera þegar við komum heim. Jú. Við ættum að pæla út á kortu tímabilinu. Ég er bara spá,
vantar nýjan banka. Það hefði verið ógeðslega fyndið, það er bara stólið þeirra. Þannig að næst þegar þær ætlaðu að koma og taka upp sinn þátt að vera farnir. Það er alveg option. Það er fókin fyndið. Heyrðu, eigum við að fara henda okkur í fyrsta. Heyrðu, já, ég ætla að byrja að segja áður en fyrir mig liðina. Afsakið hvað ekki seint. Já. Ég svaf yfir mig. Já. Það segir hvað kom snemma. Hvað komstu snemma? 8:50. Nei. Oh my god. Huginn vakti mig í morgun. Það? Ég, Árni sagði mig, heitir skilja 9, þannig ég held bara að þú var að koma skilja, ég hringdi í hann 8:40 eða eitthvað. Já. Halló. Það með Snickers bara eitthvað ennþá að reyna að ná djúpsvefn. Hann var bara nýdottinn í remið, sko. Halló. og svo var ég mættur. Það var náttúrulega líka, sko, ég er að, ég vakna snemma, skilur ég bara vakna 7 með haug, svo ég búin að svo illa en ég var komið fram 6:45 og allt í haki. Já, en þú vaknaðir og vakti mig. En það er út af hann, ég held að Árni var að meina. Já, sko, hann sagði mig 10, hann sagði þið 9. Já, og ég held að við varum frá að taka upp klukkan 9, þannig ég sagði við Árni að gera eitthvað, hefur ekki að mæta bara svona 8:30 og gera þetta tilbúið. Nei, já, ég glemdi því. Hann er eitthvað ekki eitt. Og hann mætti 10. Já, ég mætti 10. Ég leit þig mæta. Það var það var, ég ætlaði að mæta 9. En ég glemdi að stilla vekjaraklukku. Eins og úlingurinn sem ég er. Já. En vitið þið samt, hvað er eitt hags? Ég ætlaði að segja ykkur að því að ég mætti seint. Bara snemma að sofa? Nei, ekki svona. Þú ert búin að vera svo illa. Já. Þetta er eitt sem að Krummi, þjálfurinn okkar í Reykjavík MMA, kendi mér. Og það er að taka 2 skammta af kreatíni. Jaha. Já, bara þegar þú vaknar, ef þú ert bara, svafst bara í 3 tíma eða 4 tíma eða eitthvað. Þetta bætir við, sko, no joke, það bara, þér líður eins og þú hafið sofið í 3 tímum viðbót. Þú tekur bara eins og 2 svona happy headed stikur, búm, út í vatn og bara tjökkar þeim leið og vaknar. Þú er bara góður eftir svona hálftíma. Það er ótrúlegt, þetta er búið að hjálpa mér mjög mikið. Já, og þú gerir það væntanlega í morgun. Já, gott shot. En, heyrðu, fyrsti liður. Lagakeppnin. Já. Ég er með það, aftur, og það er í búið Dominos. Já, Dominions. Já, þá er ég með 3 lög sem ég er búin að þýða. Og, sorry. Nei, ok, alltaf. Annarkvort yfir ensku eða íslensku. Já, mér líst vel á hann lið. Já, það ekki. Jú. Ok, ég ætla að byrja á fyrsta. Eigum við rétt upp hönd þegar við vitum þetta eða eigum við bara að segja? Erum við í keppni? Eða ekki? Já. Já, ok. Ég er frekar confident. Já, ég segi rétt upp hönd. Ok. I am surrendered to you and I feel good. It is different for me, my whole being. Þú ert svo fyndin á ensku. My whole being. As I watch you sleep, I feel that a page has been broken in my life. Ha? Búið til blað í lífið mínu. Ok. I have waited for you for quite a long time. Já. So I will say it plainly, just as it is. Já. And I think of you every day. What? Quite incredible how everything has changed. Ok, núna þurfum Já. Undir þínum áhrifum með Sólins Jónsmís. Ég sá enga hendi upp í loft. Árni? Undir þínum áhrifum með Sólins Jónsmís. Já, rétt. Í alvörunni? Af hverju var þetta erfitt? Ótrúlegt allt breytt, já. There is hardly anyone luckier than me. This feeling is like an adventure. I am under your influence today and will continue to be. There is no doubt about it. Akkur fóruð þér ekki út með þetta? Gauir, þetta er svo fucking gott. Ég held að vera frá náða síðan. Vel gert, ok. En svo sumt, sko, þú veist, ég fer alveg yfir viðlaugin og svona, en sumt, þú veist, læti ég bara vera eins og Translate gerir það eins og í versónum. Þú veist, þetta er allt svo gömul íslenska, ég veit alltaf hvað hann er að segja. Nei. Á íslensku, sko. Já, ok, hérna. Keep me... Ok, er tilbúinir? Já. Í boði? Dominions. Dominos. Dominos. Yeah. Keep me good for a while, drain my fund. Put in blood, sweat and tears. Heavy snow this year keeps me on my toes. Þetta er vinnviða með mér og Freyr. Ég er svo clueless. Ok. Ég haldi áfram að lesa. Já.
Heavy snow this year keeps me on my toes. Keep me good for a while, drain my fund. Someone up there is on my team. God seems to want me to do well. Everybody wants the product. Good, it makes the family safe. Book this show, got funds on the books. Þú ert að lesa þetta svo ykkur bulli. And keep writing the history. Sometimes I just want to leave this business. Friends become acquaintances and lose touch. Dreamt of fame but got harassment and drama. Looking back, should I have chosen something else? Hardly. Jump into this marsh pit. I work with this. Nei, þetta alltaf gott. Líka someone up there is on my team. Já. Það væntanlega eitthvað þannig uppi heldur með mér. Já. Okay. God seems to want me to do well. Everybody wants the product. Good, it makes the family safe. Við smá pása hérna. Device overheated. Recording stop. Herri, ég með eitt lag í viðbót. Okay. Og það enskt lag sem ég þýði voru ensku. Okay. Nei, ég voru íslensku. Ok. Þetta já, við erum komin á lag 3. Okay. Og ég þá þýddi ég enskt lag yfir íslensku. Ok. Staðan 2-0. Staðan 2-0, já. Þú getur klórað baka. Já, einmitt. Takk fyrir það. Líka nýbúin að vinna quiz og svo. Algjörlega. Ok, er tilbúin? Já. Nýr. Er hann allt sem þú vildir í manni? Þú veist, ég gaf þér heiminn. Þú hafðir mig í lóa þínum. Svo hvers vegna hvarf ástin þín? Ég bara skil ekki. Hélt að væri ég og þú, elskan. Ég og þú, þar til endaloka. Me and you, baby. Until the end. Þetta getur verið svo margt shit. En ég ætla bara að giska á Chris Brown with you. Nei. Okay. Ég veit ekki neitt, sko. En ég held ég hafi rangt fyrir mér. Er þetta partur af laginu? Þetta A? Vil ekki hugsa það. Vil ekki tala það. Já, þetta Já, Árni. Er þetta Crimea River með Justin Timberlake? Nei. Ok. Ég bara svo leiður yfir þessu. Ég get ekki trúað að þetta endi svona. Bara svo ringlaður út af þessu. Finn fyrir dapurleika út af þessu. Já. Ég get bara ekki verið án þín. En segðu mér, er þetta sanngjarnt? Er þetta virkilega svona sem þetta átt að gerast? Er þetta hvernig við kveðjum? Hefðu átt að vita betur þegar þú komst til sögunar. Is this how we say goodbye? Ég á að vita hvað þetta er. En ég svo ekki með þetta. Ég verð bara að biðja svar Er þetta ekki don't wanna think about it, don't wanna talk about it? Sko, eftir smástund þá fatti þetta. Ok. Að þú myndir láta mig gráta. Það brýtur í mig hjarta að horfa þér hlaupa Ég veit þú lifir lygi. En það í lagi, elskan. Því með tímanum myndu uppgötva að það sem snýst í hringi kemur alltaf tilbaka. What goes around comes around. Þetta fucking Justin Timberlake með vitlaust lag. Já. Krismyndur 2-1. Jæja. Easy. Bam. Það var ekki Ég ætla að myndi koma í vil ekki hugsa það. Hann var að meina þetta lag. Já. En það bara ekki nóg. Ég vissi það, en ég gat, þú náttúrulega, sko, þegar þú sagðir bara bókstaflega setningu. Já, ég vissi, ég bara... You shit your pants, bro. Shit your pants, bro. You shit your pants, bro. Ég þekki ekki nú katalógin sem JT nú vel. Nei, hann er kongurinn, sant? Já, hann er kongurinn. Herri, ef að skella ykkur ég er með Quizmundur Axel. Já. Það spurningakeppni Quizmund. Quizmundur Axel. En í rauninni... Þetta er svo stef. Geðveikt. Þetta er gekkja, en við eigum þetta þá. Já, allt er góð. Það tekið upp hérna við eitthvað. Já. Ok, en þetta er spurningakeppni sem ég spyrir henni Árna fyrst og ef hann getur ekki svarað þá því ég reyna að svara. Já, og þú kæri hlustandi endilega reyndu að Þetta er nú ekkert eitthvað það Ég held að þetta er skemmtilegt fyrir hlustandan líka að geta tekið þátt. Já, 100%. Sko, fyrsta spurningin er hver söng lagið Beautiful Goodbye? Beautiful Goodbye? Já. Er þetta spurning Quizmundur Axel? Já. Hver söng lagið Beautiful Goodbye? Já. Ég hef ekki hugmynd. Quizmundur Axel? Já, það er einn í viðbót. Það er einn í viðbót á laginu. Á Beautiful Goodbye? Já. Hefur þú gert lag á ensku? Ok, og þú ert ekki fíla hugin sem að bringa upp í það, ég sé það. Nei, eiginlega ekki. En þetta
Hvað má ég segja? Beautiful, nei, ok, ég ætla bara að segja Ég útskýri bara eftir Júlí Her, ég ætla að skjóta bara Júlí Her. Nei, hann er íslenskur, Júlí. Já, ok, þannig að þú mátt en sko það, þú að rugglast? Það er annar Íslendingur með mér á þessu lagi, sko, sem heitir, má ég segja það? Sem heitir Frans Plóter, sem með mér í bláum múpar. Þetta er coverlag. Sko, Beautiful Goodbye er lag eftir Maroon 5. Ég var að hlusta á þetta í dag. Beautiful Goodbye. Þegar ég var að hlusta á þetta í dag, ég var bara, shit, hvað þetta er gott lag. Þetta er nefnilega, við gerum, já, nei, við sendum það ekki, en við breytum því alveg, sko, Beautiful Goodbye með Maroon 5 er allt öðruvísi, sko. En alls ekki eitthvað rosa stolt moment. Vá, hvað það komur á óvart. En það var út að ég var að skoða þig á YouTube, ég bara, beautiful, hvað er þetta aftur? En ok, hérna spurning nummer 2. Í laginu Alveg eins og er segist Kristmundur eyða peningi svo ákveðin manneskja. Hver er það? Þetta er góð spurning. Þetta er mjög góð spurning. Ég ætla að segja bara Björki Tór. Ég ætla að segja David Beckham. Já, það er rétt. Yes! Besti vinur hans, ég hlýta að fá hálfstig. Já, reyndar. Veitt saman og eitthvað. Legendary. Men hann er komið með línuna. Hvernig er það? Eyði peningum eins og David fucking Beckham. Já, eyði peningum eins og David fucking Beckham. Ég man ekki hver fyrsta línan er. Eyði peningum eins og David fucking Beckham. Ég var að hlusta á það. Já. Ok, í laginu Vaff Vaff I með Kristmundi. Geir. Hvað þýðir Vaff Vaff I? Það hlýtur að þýða bara 11, nei, Vaff Vaff I. Veist þú þetta ekki, Kristmundi? Ég veit þetta ekki. Ég veit það ekki. Má ég svona giska? Já. Bara 10? Nei, veistu hvað lag þetta er? Jú, ég veit alveg hvað lag þetta er. Hvernig er viðlagið? Vertu velkomin inn. Já, vertu velkomin inn. Já, Vaff Vaff I, vertu velkomin inn. Já. Af hverju ég held að þetta var í latína eða eitthvað svona latína kannski var ég bara að zooma þegar ég var 14 ára að vertu velkomin inn. Nei, þetta er bara át á það. Já. Okay. Vertu velkomin inn í íseminn minn. Stálu þið frá honum? Já. Vaff Vaff I. Já. Og ég hendur hana. Í laginu Illað segist Kristmundur vera mættur en hver er líka mættur? Eða hvaða fólk er líka mættur? Grafurinn. Nei, veistu þetta? Viðu? Og skvísuna líka. Já, skvísuna líka. Já, algjör lover boy. Árni hefur aldrei hlusta á þessi lög. Nei, ég held ekki. En þetta var líka svo mikið svona þetta var náttúrulega svona, já Grafos, mikið og eitthvað svona, ég held að sé alveg vanlega hvað ég var mikið rapphaus. Já, ég hef heyrt, ég náttúrulega var ekki inn í íslensku rappi, sko. Nei. Ég man að þegar ég byrjaði að hæpa erp, sko, þegar ég var 16-17 ára hann bara lét mig fá diski sinn. Ég hafði bara nánast aldrei heyrt þessi lög. Nei, þú var svo mikið að hlusta á K-pop. Já, nei, ég meina að það líka, þú veist, kom nú vel fyrir, þú veist, í Ice Guys að vera að hlusta á K-popið. Það er bara út af dönsunum. Algjörlega, dönsunum og fraseringunum. Já. Ok, í laginu Shades of Swag, hvað segir Kristmundur hlustandanum að borða? Nú er svipur á Kristmundi. Ætlaði að sé bara að borða skít. Já, það ekki það. Jú. Hann segir kúk. Ég segir þetta kúk. Já. Þannig að þetta er ekki svona jættu skít, þetta er bókstaflega borðaðu kúk. Og hlustaðu. Takk þín. Ekki málið. Þetta er hálfstig. Þetta er hálfstig. Þú ert komið 1 stig út af Björki Tór líka vinur hans Beckham. Ég held að þú getur verið samt góður í þessari. Hvað birtir alltaf til? Það. Rétt. Vel gert. Rétt. Ok. Og svo er hérna síðasta spurningin. Já. Í laginu Alveg eins og er, hvert vill Kristmundur að hlustandinn tróði iPhone-inu sínu? Upp í raskatið á sér. Upp í raskatið á þér, skilur. Ekki mér. Nei, ég er upp í raskatið á huginn. Það er rétt. Það er rétt, vel gert. Yes. Fór þetta eitthvað svona meira nýs en þú helst, eða? Nei, þetta fór bara, nei, þú kemur aldrei óvart, sko. Ég veit alveg hver þú ert. En þetta var samt svona eins og Vaff Vaff I. Þetta er bara eitthvað. Ég var eftir þessu vídeo þannig hjá styttunum. Já, þetta var svo mikið þannig, og þú varst að tala um á hann í byrjun þáttar að þú veist, þegar maður var að semja, þá tók maður bara upp og maður vildi bara henda það út. Það var þannig líka með vídeo. Við bara fórum með eitthvað kameru, bara ég og Nikki eða eitthvað og bara, þetta statuð þarna. Á styttunni. Statuð á styttunni og svo vantaði okkur lýsingu og bara eitthvað vasaljós, velleitt vasaljós.
og svo bara rekk og eitthvað vindur í andlutinu Já, mér var svolítið magnað sko, ég þurfti ekki að fara á YouTube til að muna að Vaffafi var verðstu velkomin inn. Nei, ég var bara búin að gleyma því ég bara, En þetta er vikulega liður sem Þetta var skemmtilegt, ég, sko næstu uppháðan Kristmund þá ætla ég að taka þig í Kristmundkvísi og það er bara hvað tekur hann af hambúrgara sko. Einmitt, það er ángríns úr daglegu lífi sko. Hvað tekur hann mikið kál af hambúrgarunum? Svarið er allt Þið eru eins með það þá Og hvað er KX, hérna, the KX special, það er mínus kál plus Nammi Doritos Alltaf Doritos og aukasósa Þú getur fengið Doritos allstaðar Nei, en bara það sem er hægt að fá það og þú veist, eins og heima, ég kaupi snakk og setja á það Takis Takis, Ég hef aldrei smakað takis Nei Taki Þú veist, ég fæ mér alls konar snökk á bara allt þess vegna elska ég líka bara svona tortillur og eitthvað sem eru með rifinost og hakk og svo bara snakk og sósur og svo er maður bara maður er bara borðað held í holt maður einmitt það er enga franskar það er milli já, mínus franskar það er enga franskar borðað ekki franskar, það er ógeðslegt það er smá kokteil Heyrðu, ég ætla að fá að taka ykkur í Best of Nut quiz ok, til ég þið kæri hlustundur sem að vera með okkur allan tíman, þá meina ég síðustu 5 árin eða eitthvað munið kannski eftir þessum lið, Nut quiz en þetta er í boði Happy Hydrate já, eða ekki bara Jú, þetta er í búið Happy Hydrate og hérna Kristmundur, þú ert að heyra þessar spurningar í fyrsta skipti Já Huginn, þú ert ekki að heyra þessar spurningar í fyrsta skipti En byrju, hvernig er það sanngjarnt? Af því að það eru 5 ár síðan hann heyrði þær og hann er, þú veist En byrju, þá getur það vel verið, var þetta í þættinum? Já Ég er náttúrulega hlusta á gaman þátt sko Ok, þá er þetta já Þá er þetta bara En ég er náttúrulega man ekki eins og sko hvað ég ger í gær sko Nei Þá er þetta ójátt En hann er safnari og svona pælari Herðu, ok, eru þið tilbúnir? Já Ég ætla að fá hönd upp í loft þegar þið vitið svarið Við byrjum það þarf að zooma inn á þetta þegar þú sagðir þetta Já, hann var tilbúinn eitthvað þykjast Hvað heitir, eða hér fyrsti forseti Íslands? Sveinn Björnsson Það er rétt Númer 2 Hvað hét annar forseti Íslands? Jón Sigurðsson Það er mjög rangt Í fyrsta lagi þá sko, Var hann aldrei forseti? Hann var aldrei forseti Nei, hann fann landið eða eitthvað Nú skulum við hætta að tala Ok, sorry Ingólfur fann landið Ok, ég ætla að slaka á Ég hef ekki hugmynd Veist ekki, það er Ásgeir Ásgeirsson Sælabaksur Nei Þetta er avans Já Þá förum við í spurningur nummer 3 Ok Hvaða ár voru reykingar bannaðar á skemmtistöðum? 2007 Rétt Vel gerð Mundirðu það? Nei, ég hef tjekkað þessu áður og finnst þetta svo seint Já, þetta er mjög seint Þetta er mjög seint Þetta er galið, bara 2007 bara ég 11 ára á kaffihúsi og fólk var bara að reykja inni Ég man bara eftir kaffihúsi bara í kringlunum Kaffi blú, blöð eða eitthvað Það var bara fólk að reykja inni Já, það er ógeðslega skrítið og líka þegar þú varst í flugvélum sko, þú valið reik megin eins og sé ekki bara Veitingastæðarnir voru líka orðnir þannig sko. Svona, já, þetta er ógeðslegt Mamma og pappi þau létu mig bara reykja sígarettur ógeðslega snemma svo ég myndi venjast þau getum alltaf verið reik megin það var eitthvað vissin á mér Þá er næsta spurning hvað heitir forsætisráðherra Íslands? Kristmundur Þetta er eitthvað skrítið, en hún heitir Kristrún Frostadóttir. Það er rétt. Þetta er ekkert skrítið. Nei, ég held að þetta væri eitthvað svona... Ég myndi ekki vita. Já, 100%. Já. Þá er það númer 4. Hvað eru sveppamyndirnar margar? 4. 3. Ég get ekki gefið rétt fyrir þetta. En þú veist, það er líka leikritið sem kom á mynd. Það er bara spurt hvað myndir? 4, þá. Ég segi 3. Það er rétt. Yes! Akkur kannski ég gefið rétt fyrir þetta. Þú sagði 4. Og svo áður en þú sagði rangt, þá sagði ég 3. Ég kom með svona svip. Býttu, gefur Björn Bragi aldrei svip? Þetta er ekki Jú, en viljum við vera svo Björn Bragi? Já. Nei, ok. Alls ekki, af því að hann er alltaf að svindla með saltfiskin. Já, reyndar. Heyrðu, og þá er númer næstu spurning og síðasta. Hver uppgötvaði þyngdaraflið? Ok, þetta er bráðabanni. Eitt fyrir að byrja. Newton. Ég þarf fullt nafn.
Albert Newton. Nei, hann heitir ekki Albert Newton. Heitir hann? Edvard. Edvard Jú, Newton. Albert. Rétt. Nei, það er ekki rétt. Newton. Svo það kannski hann. Kannski fann hann bara upp, þú veist, ristavélina, sko. Albert Newton. Já. Einstein. Albert Einstein. Það er ekki rétt, það er Isaac Newton. Þeir voru helvíti nálægt því. Já. Við erum flottir annars þar. Já. Þú góður að safna, ég góður að borða. Já. Herðu. Shit, þetta var gott. Ég var að taka hérna two truths, one lie. Já. Eða tveir sannleikar og ein lygi. Sko, hvernig á að gera það? Ef að nefna eitt í einu eða á ég nefna allt rent, þið allt rent, eða þú veist. Og ég segja fyrsta, þú fyrsta, svo ég annað. Já, þetta er góð spurning. Já, mennar. Bara upp á að, þú veist, eitthvað gleymist ekki og eitthvað. Já, hvað heldur þessi þægilegast? Ég veit það ekki, mér líður eins og það sé kannski auðveldra besta ef við allir förum í öll þrjú í einu. Já, ok. Ég hef enga skoðun á þessu. Nei, ef við taka bara, tökum bara 1, 2, 3 og förum svo og krifjum það. Ok, Kristmundur, þú mátt byrja. Ok. Og þetta er bara stutt bara, heyrðu, ég skal bara byrja þannig að ég get sett tónin hvernig þetta á að vera. Já, og það er hann treysti mér ekki. Nei. Ég átti einu sinni pugghund. Huginn. Ég tók bílinn hans pappa og var tekinn á löggunni sem ólingur. Kristmundur. Ég hef aldrei farið á hestbak. Ok. Og nú þurfum við aðeins að krefja þetta mál. Einmitt. Ég er að reyna að hugsa, sko, pugghund. Kannast ekki við að hafa... Nei, ég kannast ekki við puggarann, sko. Nei. En... Vilja ég fara eitthvað nánar út í... Já, segðu okkur. Já. Hvað hét hann? Hún hét Zoe. Eins og Zoe Deschanel? Eins og Zoe Deschanel, nema ekki með uppsölun í endan. Ok. Og stendur Zoe. Og Zoe, við áttum hana ekki lengi, en ég elskaði hana, eins og hún væri mín eigin. Eins og hún væri þín eigin? Já, eins og hún væri mín eigin, bara eins og hún væri bara dóttir mín. Okay. Ég elskaði hana mikið. Og svo fór ég, einn daginn fór ég, hún var svona smá treg, eins og pugghundur eru. Já, ok, ég trúi þér. Og einn daginn fór ég í skólan, og ég kom heim og mamma var búin að gefa hana eða selja hana eða eitthvað á þess að láta mig vita og hún fekk bara nóg henni. Hvar áttur heima þá? Ég átti heima í Vallakór. Einhver í blokkinni fekk hana bara? Já, bara hendina svo. Ef þið viljið þá er hann það niður fyrir utan blokkina. Ég trúi þér alveg, sko. Takk. Ég ætla að fá að spyrja núna Huginn. Já. Hvaða tegunda bíl var þetta? Þetta var svona gamall Benz, svona blár, svona 89 sjálfskiptur. Sælir. Það var greinlega nóg til, já. Nei, alls ekki. Þetta var ekki 89 sem þetta gerðist. Nei. Það hefði verið meira til ef þetta hefði verið 89. Þetta var 2012 eða 13. Og byrju, hvað gerist þetta? Sorry, ég kemdi þess. Tók ég bílinn hans með strákum í skólanum og vorum teknir af löggunni. En ég var 15 ára. Þannig ég satt inni bara einhverja 9 mánuði. Já. Og hvert fóruð þið? Við vorum bara rúnda, þetta var bara því að við í Breiðholti. Vorum bara eitthvað rúnda þar, við komumst ekki droslega langt. Voruð þið bara 3? Nei, ég held að við höfum verið 5, bara fyllu bíl. Og þú bara, tökum bara björns pappa? Já, en þú veist, þetta er svona síðasta árið sem þú getur verið að gera eitthvað svona dót áður en að þetta verður eitthvað svona ógeðslega serious. Fattar ég. Og hann er sjálfskiptur, ég hef aldrei tekið hann ef hann var beinskiptur. Nei. Var hann svona, þú veist, kýrskiptingin? Nei, hún var bara í miðjunni. Já, ok, ég bara testaði. Google hann bíl. Fucking Google hann. Kristmundur? Já, ég hef aldrei farið á hestbak. Af hverju ekki? Ertu hræddur við hesta? Þið hefur aldrei farið á hest, þú ert að gefa countryplötu. Þú ert með kúreka hatt í vídeóinu með GTR-in. Þetta er eitthvað mesta lygi sem ég hef heyrst. Nei, ég er ekki með kúreka hatt. Ég hef mitt passa mig, sko, að fara ekkert eitthvað svona... Varstu ekki með kúreka hatt í GTR-in? Nei. Þú var saman með Silgju? Nei. Varstu ekki með kúreka hatt á einhverjum myndum? Jú. Já, ég það er rétt, í stúdíói. Í Gallerí. Það er svona mesta, sko, sem ég hef farið í, sko. En ég passaði við mitt í öllu sem ferli að vera ekkert of
ég bara svona, ég öðruvísi country sko, svona kannski pall hræddu hesta það country með mér, nei ég ekki hræddu hesta, ég bara, það bara aldrei ég bara aldrei verið svo, nei ég bara aldrei verið svo heppinn að fá að fara á hestbak. Ég skal taka það á hestbak. Já, það bara geðveikt. Hefur ekki einu sinni manneska tekið á hestbak? Jú. Þá þetta lygi. Þið voru aldrei farið á hestbak á hesti, meinarðu? Já, það meina hesti, ok. Hansi bróður minn, þú náttúrulega hefur hitt hann. Já, hann er hestur. Einmitt, ég veit hann. Hann er tamningamæður og við ætlum að taka þig á hestum. Einmitt, þetta var svo fyndið að hann var að kynna mig fyrir bróður sinum að búið tala ekki eitthvað mikið um hann og hann var að tala um að vera svona smá ógnandi og svolítið stór. Svo mættu við eitthvað á hesthús. Þá var þetta bara hestur, bróður hans. Ég veit það, er ógnandi. En þetta er þannig fallegur lið. Svolítið rauðleitur. Hann elskar epli. Stóra tennur. Þetta er sann líka svolítið fallegt ef við tökum gestina sem koma og látum ykkur drauma rætast. Já, það er enda fallegt. Það er nýliður. Hver er draumurinn? Draumurinn er að fara á hestbak. Ok. Geðveitt. Og við ætlum að láta það rætast. Já. Ok, þetta er áhugavert. Ég trúi ykkur eiginlega báðum. Þetta er svolítið skemmtilegt. Já, þá er það númer 2 hjá mér. Já. Og það er ég á númerið hans Sean Kingston. Hvað segir ég á númerið hans Sean Kingston og Hauinn, gjörðu svo vel. Já, ég ætla að fara að skrifa þitt. Já, ég fann símanúmer hjá fótboltamönnum í Danmörku og var að senda þeim SMS og bréf til að fá einandaráttanir. Ég borða sko pulsu með öllu, en mér finnst remólaðið verst. Svona, ef ég ætta að kryfja pulsuna. Nei, ef ég ætta að kryfja pulsuna, ég borða allt sko, en mér finnst remólaðið síst. Mér finnst remólaðið best. Já, mér finnst það síst. Og það er rétt að skoðunin. Þetta er minn punktur. Ok. Það er svona erfitt að neita þessu, sko. Já. Algjörlega. Þetta er minn punktur. Ok, já. Og Árni. Hlakka til að kryfja þetta með ykkur. Já, hvað sagði þú okkur, Árni? Ég sagði, ég með númerið hans Sean Kingston. Já, sko, þetta Kristmundur sagði, mér finnst það remúlaði síst. Síst af pulsunni. Sko, ok, ég verði bara að segja að þetta er satt hjá Kristmundur, út af ef þetta er lygin, þá er þetta ógeðslega skrítið lygi. Þú veist, þá er þetta svona, nei, mér finnst sinneb síst. Ég borða allt. Já. En mér finnst það síst. Já, en svo er sannleikurinn, þú veist, bara sinneb síst eða eitthvað. Ég trúi eins og með Sean Kingston, þetta er alveg svona, þetta er gott ef þetta er lygi, út af því að hann kom og spilaði á Íslandi, Verslóballi. Að ég segi ykkur söguna? Já, endilega. Það er út frá því, ok. Sko, ég ætla að byrja að segja, ég veit ekki hvort þetta sé ennþá númerið hans. Þetta var alveg númerið hans á þeim tíma, þetta er einmitt. Er hann ekki fangelsi með mömmu sinni? Jú, hann er hættur að svara mér. En já, árið 2016, þá kemur hann á Verslóball. Og ég er bókaður. Já, ég er hættur að fara á böllana, ég meina 2016, ég er hættur að fara á mennskólaböll. Og en málið það að náttúrulega ég er mikill Sean Kingston maður. Og ég og Joe, bara ekki að gaur, við erum að fara á þetta Verslóball. Þú veist, við vorum orðinlega svolítið gamlir, en það er svo fun fact, það er tæknilega ekki séð ólöglegt að fara á mennskólaball þó þú sért orðin, þú veist, ekki lengur í mennskóla. Þannig að við og Joe förum og við erum bókaðir í fyrirpartí sem að MC Bibba er að halda. Sem að, er okkar kona. Já, Legend in the Game. Já, Legend in the Game. Sjáðu hana, já, hún bókað mig í fyrirpartí fyrir þetta ball. Og hún er í skemmtinefnd í Verslóðana og hafði verið ein af þeim sem var í samskiptum við Sean Kingston. Og ætlaði hún að koma óvart með tvífarann hans. Íslenski tvífarann. Stöndaból. En já, og svo var þetta náttúrulega bara alltaf lagi. Og ég haldi áfram. Ok, við getum líka að tekja pásu. Þetta er ekki að halda áfram. Það er allir góð. Okay. Já, og við eins og mennskólapartí eru, skilur það eru bara bara gælur og gam? Nei, við erum bara þú veist, það er bara áfengi haft hönd og á þessum tíma. Já. Það er bara, ég ætla bara að vera fullkomlega heil og ég ætla að setja öll spilin á borðið, þú veist, áfengi var haft hönd og ég er bara að lifa með því í dag. Og hún
og ég baði númerið hans og hún gaf mér það og ég Sorry. Bibba, hún gaf mér númerið hans hún var í fyrirpartíinu Já. En hvað, hefur ekki reynt að ég hef aldrei þórað, að því að svo stuttu setna þá skipti ég síma en ég á síman, skilur, hann heima en þetta var síðasti síminn að því svo verði ég edrú og ég vildi ekki halda áfram, ég vildi bara byrja clean slate, þannig að ég byrja, Þú þurftur að loka á alla og meðal annars Sean Kingston, nei, ég færði ekki bara partur á vandamálinu. Ég bjóð til nýtt Apple ID þannig að ég allar myndir og allt sem ég með, það bara nær til þegar ég var edrú sko. Ráðgjafinn hans í meðferðinni sagði við Árna, þú verður að loka á Sean Já, út af því að hann líka var alltaf, hann var búin að fara í svo ógeðslega mörg partí að reyna að komast nær honum og það er einhvern veginn eskilitaði drikkjan, hann bara reyna að fá númerið. Þú verður að loka á hann, sagði hann. Hey, I can be stuntable. En hann var bara alltaf svo fullur. Ég trúi þessa leið, og það ég man eftir hann var að spila. Já. Þá erum við búin að krifja mig. Já, þú. Og já, þið þurfum að krifja því. Ég fann símanúmer og sendi atvinnum mér í handbolta og fótbolta SMS þegar ég var svona 12 ára að biðja einandarður og sendi bréf erlendis líka. Ég trúi því. Þetta náttúrulega, ég mikill safnari. Já, og ég get sagt til mér dæmi, ég sendi David James var uppáhaldsmarkmaður minn. Já. Hann spilaði inn á Íslandi til dæmis. Já, það var eiginlega frekar glata fyrir mig þegar hann fór til Íslands. Já. Hann var, þú veist, England og Liverpool og eitthvað. Ég sendi bréf á Portsmouth þegar hann var þar og ég fekk bara svar tilbaka bara með einhvern 5 einandarðum á honum, en svo fór hann í IPVAF og þá var þetta frekar glata. En þú veist, ég var bókstaflega að senda á bara einhverja gaurar, sko. Þú veist, ég var bara að senda gaurar í dönskudeildinni, ég var bara að upp á sleikmann minn, bara lalala, svo var eitt sem heit Fabinho eða eitthvað og var að spila fyrir eitthvað skítalið og ég vissi ekkert hann. En ég sendi þetta á hann og hann var alltaf að reyna að bara bjóða mér og fjölskyldunum minni á leik og eitthvað, ég var alltaf svona að reyna að komast út úr því út af því að ég, þú veist, hann var ekkert upp á sleikmann sko. Þetta var svona, það er svo mikið böst að við myndum mæta, sko. Shit, hvað er þetta brjála að gera hjá mér? Já. Og úkslega gott. En nú þurfum við að einhvern veginn minnir mér samt að þú hefur sagt að raunverulega sé svona næst besta á pulsu. Nei, mér finnst það bara, þetta kannski skrítið take, en mér finnst það síst, en ég borða það samt. Já, mér finnst það er eiginlega ekkert, þú veist, best. Já, ég ætla bara að vera blákaldur, ég ætla bara að kaupa þetta. Ég held að þetta sé rétt. Ég er ekki frá því, annars þetta ykkur besti liðari allra tíma. Já, það er eitthvað áfyrirna og bræðið. En ég kaupi líka af því að það eru súra gúrkur í reymulagi og Roastbeef líka, manstu? Já, upprunalega eru það þá gúrkur. Það er eitthvað sem minn maður káir sem þetta ekki sjá. Og ég fíla ekki roastbeef. Hvernig það er í laginu. Það er svo sem, já. En ótrúlega sem þá fíla tómatsósu, af því það er rauninni kemur úr grænmetisríkinu líka. Það gerist eitthvað þar á milli. Já, það er blanda sykri. Blandað eitthvað, já. Sko, ég nefnilega elskar reymulagi. Já, ég líka, það er það best. Já, samanlega. Heyrðu, það var að síðasta. Já. Ég fékk að gjöf frá íslenskum rappara vindil að verði 80.000 krónur. Einn stakur vindil. Ég lét lóð detta á augað mitt viljandi til að fá glóðurauga þegar ég var 10 ára cirka. Ok. Sem sagt, ég er með svona guilty pleasure genre í tónlist. Bara svona guilty pleasure sem er þungarokk. Ok. Áhugavert. Já, ég veit hvernig það hljómar, en þetta er bara svona, ég hlusta ekki mikið á það. Ég ætla ekki að útskýra þetta strax. Nei, algjörlega. Bara allir punktarnir eru komnir, svo fæ ég að tala. Já. Þið með krifja. Sko, erum við byrjað þér ekki? Jú. Sko, ég ætla bara að vera líka hreinskilinn. Mér minnir ég hafi heyrt hann segja það. Ég man ekki hvað hann sagði. Núna. Hann talaði sem sagt með að það var íslenskur rappari sem gaf honum vindil af andvirði 80.000 krónur. Það var það erpur, skilur þú? Sko, nei. Okay. Nei, það er ekki erpur. Annarkvort er eitthvað ógeðslega sjúkt trick hjá honum, en það var eitthvað svipað sem gerist allan bara fyrir ekkert svo löngu, sko. Aha. Ok, ég ætla bara, ég ætla að baka þetta eins upp hérna. Ég hef nokkrum sinnum
keypt mér þennan vindil sem kostar 80 skall ekki nokkuð sem, ég hef keypt hann 2 það var þegar ég gerði herra í Hörpu, 2 sold out shows og þegar ég tók fyrstu barnatónleikasísonið og eftir Ice Guys tónleikana í höllinni það var svona, þá tók ég svona ok, það svona 3 Celebration. já, risa verkefni, ég ætla að leyfa mér þennan svakalega vindil nema hvað að rapparinn St. Pete hann gaf mér þennan vindil Ég hugsaði rétt á hann það potið ykkur rappari sem hann gerði lag með eitthvað já, og hann sagði ég sagði, og ég náttúrulega var svolítið bara, heyrðu, jæja, þú veist, allt og dýr gjöf, sko, þetta var svona eins og bara svona upp úr þurru og hann sagði, nei maður, takk fyrir að gera mig að Milla Sagði það? Já, það er hörlína af því að ég sagði, þú veist, í laginu okkar spurði mig gerði menna Millum Já þannig að þetta er eins og Þorsteinn Backman já, eins og Þorsteinn Backman nei, Þorsteinn Jú já, ég nefnilega mér langar bara að, þetta er bara satt Já, þú veist á þess að ég viti en ég er bara úti hann er búinn að segja mér þetta þú heldur það Við þurfum svolítið, þegar við erum búinir að krifja allt þá þurfum við svolítið að rifja upp aftur já, einmitt, ok, þú krifir þitt þarna núna já, viljandi lóf af hverju vildur þú ert svo fyndin gaur, Huginn ég trúi þessu öllu upp á þig allt sem þú búin að segja Já, sko, það var bara eitthvað svona dæmi þú veist, ég var bara eitthvað 10 ára og ég man ekki hvort við höfum verið að horfa á einhverja mynd eða eitthvað með vinum mínum eitthvað og það var eitthvað brotist inn og með glóður eða eitthvað og þú veist, og ég lét mig bara fá glóður og trúði bara að fólk myndi trúa bara að þetta hefði gerst líka hjá mér, sko að einhverju brotist inn og ég hefði bara einhvern veginn græða þetta og eitthvað og trúðu, eða fékkst ekki glóður Jú, ég fekk glóður, ég veit það ekki örugglega ekki, en mér liði þannig Var þetta í Danmörku það? Já Mikið viðbrotar já Fólk hefði getað keypt þetta Já. En þú veist, þetta er samt bara svo mikið svona eins og eitthvað, bara svona börn segja bara, þú veist, þetta var ekki viljandi eða þetta, þú trúir actually að fólk trúi þessu, já, einmitt þú 10 ára hana, ekki? Eitthvað svoleiðis. En ég gæti alveg verið 9 eða 11, skilur já, bara hann í kring einmitt, ok þá er ég Já það kom einhver svipur á okkur því ég sagði ykkur frá að þú elskar þungarokk nei, ég sagði ekki ég elska það en þetta er bara svo fyndið guilty pleasure hjá mér að þegar að ég heyri þungarokk ég heyri svolítið, þú veist, hvað er að frétta hana Hvað er uppáhalds þungarokkslegið þitt? Örugglega eitthvað með Pantera Ok, eitthvað Pantera, byrju, hvað er það ekki hann heimurinn í Avatar eða? jú, en það er líka hljómsveit Hvað er uppáhaldslegið þitt? ég man ekki, eins og ég segja, þetta er bara eitthvað svona sem kemur á Þannig að kick my head in eða eitthvað Já já og Fórstu á Helfoss hátíðina á Selfossi? ég fór ekki á hana Okay. En ég er svona einhvern veginn ég sé, þetta er svolítið list Ok Ég finnst þetta smá erfitt, sko Já, sko, viljið þið byrja á mér? já, og það fara yfir upprifjun, já, það er pökkhundurinn Zoe það er Sean Kingston og það er St. Pete vindill býtu, ha? Þetta er svolítið erfitt þetta hlýtur Þetta hlýtur að pökkhundurinn já, en hann samt, sástu hvernig hann sagði þetta? Já. You dirty little Ertu að grínast hvað þetta er erfitt? Ég trúi nefnilega Sean Kingston dótturni Já og ég trúi En eitt sem ég finnst að nei, ég trúi ekki Sean Kingston Af hverju ættu við Bibba að vera með númeri hjá Sean Kingston? hún bókaði hann Já, hvað bara, hey, this is Sean Can I come? já, en mér kannski var þetta bara rangt númer eða eitthvað, við vitum það ekkert Nei, ég er að segja, heldur hún var ekki bara með umbásmannuna eða Ég segi ekki orð Eða fattar þú, heldur að hann væri bara eitthvað yeah, this is Sean here einmitt, góða punktur og mér var Zoe, sko, það ef að það hlýtur að vera satt Nafnið Zoe annars ætti hann bara að fara í leiklist, sko Já, fara að leika einhver þáttum já, Angurins en ég er svolítið sammálaður ég held að þetta liggi eitthvað þar Já með Sean En, ef að segja það er það ekki bara til að segja, ég held það Já, Sean Kingston er kjaftaði það er kjaftaði Það er rétt Ekki? já, vel gert Ég fór bara að hugsa þetta í endan Ég bara, af hverju ætti Bibba að vera með bara enga númeri Já, sko, hún ætti sem talað að vera með það af því að, þú veist, bara til að, þú veist, bara hringi hérna meðan er hérna, skilur Þetta er ógeðslega góð lígi, sko Já, þetta er geðveik lígi Þetta er nefnilega rosa mikið þessu er satt Ég var bókaður í fyrirpartí Ég fór á tónleika, ég fór á ballið Bibba bókaði mig í fyrirpartí en hún var ekki skemmtinefnd og hún var ekki númer hans Sean Kingston Djöfullinn
Já, þetta var bara Já, vissum að þið myndu velja Zoe maður Já, mann langar að segja það sko Já, en svo fannst mér svo nafnið Zoe verið eitthvað svo Líka við áttum hann svo stutt og ég hugsaði, ég hef örugglega aldrei sagt þeim Nei, frá ég hef ekki heyrt þetta Pökkundur Zoe sem ég átti í 10 Aldrei heyrt þetta En þetta var mjög gott Já, takk En við náðum þessu Já Getur fengið upprifin frá þér, 2000 flæði Það var bíllinn, tekin löggunni það var senda á fótboltamennina og til að fá einhendarhátanir og það var fá klóðröð með lóðinu Já, ég finnst þetta sko Ég persónulega hugsaði með sko lóðin Já, ég hugsaði það líka, ég hugsaði að vera kjaftaði Hann myndi aldrei þora að Hann myndi aldrei droppa gera lóði á sig Hann myndi aldrei gera Nei, við ætlum að segja lóðin Það er ránt Nei, alvörinni Ég var ekki tekin löggunni fyrir að stela bílum Þannig að þetta með lóði er rétt Og þú tókst bílinn hans pappa eins og þetta en varst ekki tekinn á löggunni Nei Þú hefur aldrei tekið bílinn hans pappa eins Nei. Nei, akkur spyrðu Spyrja því, nei ég tók hann aldrei sko. Anskotin Þú veist þetta var ekkert eitthvað ég var ekkert með eitthvað 20 kíló lóð sko. Nei, en Vel En gert þetta er svona dæmi sem ég hugsa Þú ert tilbaka siðblindur. Þetta er svona dæmi sem ég hugsa tilbaka ég bara svona, hvað var amman ég bara sem að vera einhver í Hollywoodbíl sko. Já Ó, anskotin þeir komu og brutast inn en ég náðu að reka á burtu þeir náðu einu höggi á mig Ég sé að remóla þessu kjaftaði Nei Já, ég var með upplifun mín er sem sagt, ég hef aldrei farið á Hestbakk Já Ég borða alltaf pulsu en mér finnst remólaði síst og þriðja er að guilty pleasure genre mitt í tónlist er svona metal þungarokk Já Erum við hvað er þú? Ég veit ekki, mér finnst alveg smá ótrúlegt að hafa aldrei farið á Hestbakk sko 36 ára 36 ára Jæja, ég er 32 ára Þið eru 30 Nei Þetta er sama kynslóð Ég er 29 ára og það er og líka býr í sveit skrái Já það er fullt, það er Hellinga eða þá en Ég held persónulega að sko, Kristmundur er að þannig svona, hann er þannig gerður eins og ég hann er ekki með neitt guilty pleasure hann hlusta bara á lög sem er fyrst góð og hann er ekkert guilty við það hann er of lítil skrítin mús til þess að fíla Pantera hann er örugglega hræddur hann er hræddur við það ég held ef hann væri með heyrnartól og var að hlusta hann væri hræddur Já, og hann er ekki séns í helviti að hann hlusti á þungarokk ég sé til að Það er rétt hjá Shit Ég myndi, já, nei Það er alls ekki guilty pleasure Nei ég hef vin sko sem hlusta stundum á eitthvað svona En Pantera er hins vegar hljómsveit sko Já Ég var bara svona næst þegar þú spurðir ég gat sagt eina svona hljómsveit Örugglega bara eitthvað með Pantera það er svo hræðilegt sko Ég get þetta ekki sko, alls ekki ég verð bara smá hræddur sko það er svo creepy sko Já frá einhver illa óþægilegu gæja öskri eitthvað ég er hann á grís Ég bara komir aftur á handboltæfingu já þetta er bara eins og þegar var brotist inn til mín hann Já ég er með glóðra ættum við að henda okkur bara í þakklætishornið Já, tökum þakklætishornið. og til að enda þetta Þakklætishornið er í boði Hagkaups og Takk appsins Já. Downloadaðu Takk appin í dag til þess að fá helstu fríðindi og þú getur fengið Takk krónur tilbaka Takk Ég notaði það í gær fór í ég ætlaði að segja ég fór í bónus í gær Já. og ég notaði Takk app í fyrst skipti það var mjög næs, mjög auðvelt og ég er að segja ykkur það já og þú getur notað þetta Ólís, Hagkaup og bónus Já, Ólís Hagkaup og bónus, heyrðu, sko ég ætla að byrja á því að segja hvað ég er þakkláttur fyrir ég er þakkláttur fyrir að platan hans KX sé komin út þetta er plata sem að ég er búin að vilja heyra í fulli lengd mjög lengi og nú get ég loksins hlustað á hana á Spotify ég er mjög þakkláttur fyrir það Já og mér grunaði að Kristmundur myndi segja eitthvað svipað þannig að ég vildi vera fyrstur til þess að vera þakkláttur fyrir plötuna sem hann er ekki út ég er þakkláttur fyrir að vera á plötunni hans Kristmundar ég er alveg þar sko, þú þakkar ekki eins og fyrir það sko Nei, mér er alltaf bætt við bara eitthvað í einhverju skítamix í lokin sko já, reyndar svona lög sem er löngu komin út og gert svona einhverju hálfkáki fannst mér og þú er þakkláttur fyrir það Já, náttúrulega 2 alltaf lög samt Já, þetta eru geðveik lög þau voru of góð til þess að vera ekki á plötunni Já er komið að mér já Nei, ég ætla ekki að segja þetta sko Okay. en gott sjátt, ég get verið svolítið svona í svona krúsidúla já ég ætla bara að segja snulli, sko. Já, ég er svolítið snulli Ég er bara þakkláttur fyrir ykkur Já Já sömulegis Það var svona,
það var svona það sem ég fór að hugsa sko, þakklátt fyrir ykkur svo bara, auðvitað, margt annað sem þakklátt fyrir en mest okkur en akkurat núna, þakklátt fyrir ykkur það búið að vera mjög gaman Sömuleiðis og bara geggjað að fá þig og, já, takk fyrir að koma já, mín var bara ánægðin ég held að þetta sé alls ekki síðan skiptir þessu Sjón Kristján Axel í félagsmyndstöðinni nei, ég geti verið komið svona ef eitthvað svona, segið mig alltaf að fá okkur gest og hann eitthvað sem er niðurgang kannski eitthvað búin að setja eitthvað svona laxar það er líka ég, ef ég veit að eitthvað gestur að koma ég eitra fyrir honum, svo ég geti hoppað inn ég hugsa líka sko ef að Árni er off eða ég er off að þú getur hoppað inn sem já, ég geti líka gert það en þetta er ógeðslega fyndið eða eitrað fyrir hinnum já, þetta er ógeðslega fyndið að ég mun alltaf spyrja Árna eða þig, hver að koma næst eitthvað, já, Benni, hlaðfréttum já, ok, svo bara alltaf við hefum ekki náða að fá gest bara í síðan 10 skipti Kristmundi kemur alltaf við erum ekki búin að ná gest inn bara í 3 ár já, nei, þetta var ógeðslega gaman og bara til hamingju með þetta og þetta er svo fyndið og skemmtilegt takk fyrir og ég ætla að rósa ykkur fyrir feitu Ófíliu hérna sem var með í skóla það var ógeðslega gott hún var hrekkjusvín hvað er planið í dag, strákar? ég er að ég veit ekki hvort það heyrist en röddi mín er eitthvað svona smástæp flott maður já, bara flott, svona röff og gótt þannig að ég ætla að fara í apotek og reyna að fá eitthvað svona morfín bara, já, ég ætla að fá bara morfín í apotekinu og fara svo að chilla með dóttur minni á morfíni út að leika, sagði ég geggja já, ég er að fara bara heim og svo er bara að slaka á og svo erum við ekki að fara alltaf að borða eitthvað eftir já, ekki, jú, við skulum borða eitthvað þeir eru náttúrulega að fara út við erum að fara, já, ekki alveg strax við erum að fara núna alltaf til Keflavíkur ég er að fara, beint eftir þáttinn er ég að fara í Hagkaup að kaupa afmælisgjöf handa vini stráksins míns, við erum að fara það er afmæli á eftir þannig að já, algjör taks ógeðslega mikið, þeir sem ekki vitið því það er Hagkaup Skefinu og Garðabæ, mikið af leikföngum í boði, ég er mjög duglegur að fara þangað eiginlega bara mest að dóta úrvalið já, rosa mikið allavega og svo er ég að fara einmitt, bara, ég er að fara að skjóta auglýsingu sinni dag fyrir smá svona tilkynningu sem á eftir að koma í ljós og svo erum við með tónleika í kvöld hljómaöll og já ég er að mæta þangað já, þú ert að mæta já, hann er að mæta þetta er að segja það let's go og það er Valentine's Day í dag já, við ætlum að vera í hérna, Palentine's Gælentine because we're pals já, Gælentine næsti þáttur verður í beinni frá tenni ekki beinni, en verður frá tenni það er rosalegt me gusta, por favor þeir eru svo geggjaðir sko. út geggjaðir herðu, þessi þáttur kemur á 5. daginn þannig að þá er ekki morgunlega hinn, þá eru tónleikarnir þínir í Gamla bíó pakk upp já, ekki eins og reyna að koma með það er ekki hægt hlustu á plötuna bara já, það er uppfyllt já, það er bara að hlusta á plötuna fyrir þá sem fengur ekki miða eins og það sé eitthvað leiðilegt en það er bara gett já, let's go þannig að við bara, ég lifi í draumi já, þetta er gett íslenski draumurinn íslenska draumurinn takk fyrir okkur